Það útfæra at least common relations. Við fundum góð aðferð að útfæra það en kannski það hefði átt að gera öðruvísi. Bara fremst, ég sé ekki að verða til síðan. Svona, þá heyrist eitthvað í mér aftur. Góðan dag. Það sem við ætlum að gera í dag að klára að fara yfir skrár og vísa sem við komumst ekki yfir í síðustu viku og í seinni tímanum ætla ég að kynna aðeins verkefni 5 fyrir ykkur og fara síðan yfir lausn á verkefni 4 sem verður örugglega mjög skemmtilegt. En það sem við sjáum hérna fyrir framan okkur í grunninn það sem gert í query processing. Það að segja, þið byrjið á að skrifa einhverja SQL fyrirspurn. Hún pörsuð niður í relational algebru. Relational algebran fer í gegnum optimizer, í langflestum tilfellum cost-based optimizer. Og hann skilar út plani hvað á að gera til að framkvæma þessa fyrirspurn á sem hagkvæmastan hátt, bara með lágmarks tilkostnaði bæði IO og CPU. Og það framkvæmt og þið fáið niðurstöður. Athugið samt eitt varðandi cost-based optimizer og optimizera almennt. Hve mörg ykkur hafa farið í gervigreind? Engin. Ok. Það var bara eldsnöggt. State space eru allar mögulegar stöður. Þannig ef við ætlum að leita í bestu stöðunni, þá þyrftum við að fara í gegnum alla möguleika. Cost-based optimizerar gera það alls ekki. Þeir eru bara að framkvæma local late í einhverjum hluta af state space-unu. Sem þýðir það að cost-based optimizerinn skilar ykkur ekki endilega bestu niðurstöðu. Hann skilar ykkur bara í flestum tilfellum nógu góðri niðurstöðu. Svo þeir eru farið að vinna með gagnagrunna. Ekki falla í þá gryfju að halda að það sem að gagnagrunnurinn framkvæmir sé alltaf besta lausnin. Svo það það alls ekki. Þetta stilla? Sko, innan einhverja marka, já. Það mismunandi eftir gagnagrunnum, hvað þú getur stillt, hvað hann leitar mikið, en þú getur átt við það. En síðan getur þú bara einfaldlega hintað fyrirspurnir í flestum gagnagrunnunum og gert prófanir á hvað skilar bestri niðurstöðu. En þetta gagn 2. Við komum inn á þegar við töluðum relational algebru að þetta væri ekki alls kostar gagnslaust. Og hér sjáið þið hvernig þetta nýtt. Hér eruð þið með query plan og hér eruð þið með hluti sem þið þekkið. Og þið lesið þetta, ef þetta væri algebra, þá væri reserves lengst vinstra megin í þessu. Hér erum við að filtera á bit sama sem 100 og lesum reserves. Við joinum það með þessu fína join symboli sem þið kannist við sailors, index á bit. Svo þetta index nestest loop join. Við förum aðeins yfir í mismunandi tegundir joina á eftir. Og við filterum síðan on the fly að rating sé hærri en 5 og projectum as name að lokum. Þið þurfið bara einfaldlega að geta lesið þessa hluti. Þetta ekki tiltölulega auðskiljanlegt? Þið byrjið neðst og lesið ykkur upp þetta. Allir sáttu við þetta. Og optimizer chooses best plan. Það að segja besta plani sem hann finnur. Og basic techniques, eins og þið ættuð að vera búin að fá
nasaþefinn af, að þá er gagnasafnsfræði mjög einföld. Þið þurfið bara að muna þessa 4 hluti. Reading all, það segja brute force, þið lesið bara alla heap-töfluna. Using an index, sorting og hashing. Þetta eru verkfæringar. Einfalt. En síðan sjálfsög þetta flækt aðeins. Að ef við horfum á join til dæmis, þá er brute force, við skulum reyna að skrifa á þetta, hérna, nested loop join, using an index nested loop join, sorting, ef við ákveðum að við ætlum að joina saman 2 töflur, þá getum við raðað báðum töflunum sem við ætlum að joina og mergeað hérna töflunum. Þetta heitir sort merge join. Og fyrir áhugasama þá bara pointer í sitt hverju röðuðu töflunni. Það sem er labbað og athugað til hérna, join, segjum það sem er ID, samsvarandi hinum megin og pointerarnir færðir hérna, synchronized og hérna, raðirnar byggðar. Og síðan hafið það lokum hash join. Og í hash joini þá einfallega hassiði aðra töfluna eða hlutafinni og prófið síðan hash töfluna sem verður til út úr því með hérna, gildunum í hinni töflunni. Nákvæmari útskýringar á þessu eru aftur gagn 2. Það er farið almennilega í alla þessa algoritma. Og hérna hvenær hver þeirra hentar hvað það kostar í I.O. sérstaklega að framkvæma þessa mismunandi algoritma eftir stærð taflna og öðru þess háttar. En þið þurfum bara að vita hvað er þetta. Þetta í sjálfu sér bara hluti sem við höfum verið að tala um. Indexar. Og hér í sjálfu sér áhugaverðustu hlutirnir. Hvað gerið þið þegar þið notið B3-index? Þið byrjið alltaf á rótinni, lesið rótina, athugið hvert þið eigið að reka ykkur niður í laufin. Svo þið rekið ykkur alltaf frá, má segja við teiknum hérna einfaldan index, með 3 lögum, þá byrjið alltaf á að lesa þetta, síðan lesið þið hérna á nóðuna sem þetta bendir ykkur á, nóðan hérna og endið hér í þessum fjarlaga hérna, index niður í laufi. Så hér fáum við 4 I.O. við að nota B3. Og B3-ið virkar fyrir hérna, samasemvirkja og range scans. Það er að segja að við erum með meira en minn en between og annað þess háttar. Og sömuleiðis ekki samasem. Á hvað virkar hashing? Samasem, það er málið. Hashing virkar bara á samasem. Vegna þess að það sem hashing gerir, hann tekur leitarlykilinn ykkar, hassar hann og það gildið sem kemur út úr því vísar á ákveðið bucket. Svo þið getið eingöngu notað það með samasemvirkja. Þið getið ekki einu sinni notað það með ekki samasem. En kosturinn er að sjálfsögðu færri I.O. Þegar við erum með hérna, B3, þá er hæðin á B3-inu lágmarksfjöldi I.O. sem þið þurfið til að finna eitt gildi. Þegar þið eruð með hashing, þá er talan sem er almennt notuð 1,2 I.O. Og ástæðan fyrir þessum 1,2 I.O.s er að þegar við búum til, skulum teikna hash bucket hérna, hér er hash bucket og á bakvið þessa bucket er einhvað eitt hash ID, bara hash gildi. Og inn í þessu hash bucketi þá byrjum við á að skrifa fyrstu gögnin í eitt page. Ef þetta page fyllist, þá er það chainað yfir í næsta page og svo framvegis. Þannig að 1,2 I.O.
Það segir ykkur bara, þið vitið alltaf strax fyrir hassið hvaða bucketið þið að leita í. En bucketið gæti innihaldið fleiri en 1 page. Svo hass cirka 1,2 IO. Þetta það sem við vorum að ræða. Kost B3 fyrir 1 gildi. Þeir eru bara með key lookup, sem til dæmis þið séu með primary key lookup. Þið sendið ID-ið inn, að þá þetta einfaldlega hæðin á indexnum. Ef þetta range scan á indexnum, eða scan á indexnum, þá þetta hæðin á indexnum og jafnmörg lauf neðst í honum, og rangeið ykkar Við þurfum að lesa okkur niður og síðan bara hvað þurfum við að lesa mörg page til að finna öll gildin sem þið eruð að eltast við. Þið vitið það í sjálfu sér ekki fyrirfram þegar þið eru með range scan. Hvað þið endið á að lesa mörg page. En þið vitið það fyrir key lookup. Ef þið eru með 1 ID og að fletta því upp, þá það bara hæðin á honum. Fyrir hass index þá þetta ósköp einfalt. Þetta 1,2 cirka og við getum ekki notað fyrir neitt annað en key lookup. Bara equality operator og búið. En að sjálfsögðu getur verið fullt af röðum í niðurstöðunum. Þá það clustering, clustered og unclustered. Munið þið hvað clustered index Nei. Ok, clustered index það þegar að gögnin í töflunni eru röðuð eins og indexin. Þetta hlutur sem þið verðið að muna. Það mjög óhjálplegt að muna þetta ekki. Kostnaðurinn fyrir key lookup, ef þið eru með 1 ID inn og þið eru með clusteraðan index, þá gerir hún bara nákvæmlega sem vorum að segja áðan. Les bara niður hæðin á trénu, finnur gildið og skilar ykkur. Ef þið eru með key lookup í unclustered index, sami kostnaður. Með öðrum orðum, clustered og unclustered fyrir 1 ID, bara sama sem virkja, svo sami. Athugið þó að ef clusteraði indexin geymir gögnin sjálf í laufunum sem gert í sumum útfærslum, að þá það einu færra IO. En það ekki lykilatriði hér. Ef þið eruð hins vegar með range scan á indexnum, til að kíkja, skulum bara hoppa yfir þetta í staðinn fyrir að teikna þetta. Ef þið erum með range scan og að þið eruð að eltast við, þið eruð að nota leitarskilyrði sem að eru í indexnum og prefixi af indexnum. Gefum ykkur til dæmis að við séum með clusteraðan index á aldur og við sendum inn fyrirspurn where age is between 10 and 50. Þetta þegar ég segi range scan, þá náttúrulega verður að vera range scan og prefix á indexnum. Annars þetta ekki hjálplegt. Að þá lesum við okkur fyrir clusteruðu útgáfuna. Þá lesum við okkur áfram hér niður, eins og alltaf. En ef við gefum okkur að við séum með, eins og dæmið 100 pages fyrir 10.000 records, þá vitum við að við erum með 100 records per page. Að til að sækja 10% af þessum gögnum, þá erum við að lesa 10 pages hér og hæðin á indexnum, plus hæðin á indexnum. Það allir lesturinn. Ef við værum hins vegar að gera þetta með unclustered index, og nú skulum við gera unclustered indexum okkar það sem gerist þar að gildin sem við erum að eltast við lesum okkur áfram niður, við lesum áfram til að finna öll gildin, en síðan þurfum við að fletta þessu upp í heap-töflunni
Og að öllum líkindum eru þessi gildi dreifð út allt, svo við fáum jafn mörg table IOs og sirka jafn mörg table IOs og raðirnar sem við erum að eltast við. Svo hér erum við að fá fyrir 10% af 10.000 records töflu að hámarki 1000 IO og mjög líklega ekkert ofsalega langt frá því. Svo fyrir reynskans á þau gildi sem að taflan clusteruð á, þá eru clusteraðir indexar ofsalega góðir. En fyrir key lookup, þá skiptir ekki máli hvort þetta clusteraður index eða unclusteraður. Hér sjáum þið raunverulega mælingu á þessu á SQL Server. Bláa línan bara full table scan. Við erum bara að skanna öll gögnin. Allan heap-fælinn, allan heap-fælinn. Appelsínugula unclustered og takið eftir hvað það lág prósenta þar sem að sirka hér, þar sem að það verður dýrara að nota unclustered index heldur en að lesa bara öll gögnin í töflunni. Þetta eru mjög fá prósent. Þeir eru kannski að horfa á 3–4% í þessu tilfelli. Clusteraða indexin, hann ekki alveg línulegur, þegar þið sjáðu að línan aðeins sveigð niður hér. En hann nokkuð línulegur, hann miklu ódýrari og miklu ódýrari heldur en full table scan svo til upp í 100%. Svo þarna sjáum þið bara raunverulegar tölur fyrir range query á clustered index versus unclustered. Hvenær viltu hafa unclustered index? Svarið eiginlega nokkuð oft. Til þess að réttlæta clustered index, þá þurfa gögnin að vera lesin í þeirri röð. Það þurfa að vera framkvæmt range scans á þessi gögn mjög reglulega. Einn af göllunum við að nota clusteraða indexa að í flestum útfærslum af þeim, þá eru allir aðrir indexar heldur en clusteraða indexin í laufunum á þeim ekki RID sem adressa á page og staðsetningu innan page, heldur lykillinn á clusteraða indexnum. Svo þú ferð í því tilfelli, og þetta á við SQL Server og Oracle bæði, ef við tökum okkur til og teiknum clusteraða indexin hér og síðan gerum við unclusteraðan index á einhvern allt annan dálk. Og við erum að leita eftir unclusteraða bara einu staki í unclusteraða indexnum, þá endum við á að lesa okkur hingað niður, finna lykilinn að clusteraða indexnum og lesa okkur hér niður til þess að finna gögnin. Þetta einn af göllunum við clusteraða indexa. En núna ég pínkulítið að kenningu hluti sem að eiga að vera í gagn 2. En þetta var eins og það góð spurning að það var full ástæða til að svara henni. Svo clusteraða indexarnir eru ekki gallalausir. Þetta eru join method sem við nefndum áðan. Block nested looped join þýðir bara þeir að vinna með þetta á page leveli í staðan fyrir á row leveli. Það block hlutin. Nested loops, allir með á því hvað það gerir. Ef við erum með töflur R og við ætlum að joina R við Z, þá ytra loopið les R stack, síðan færðu loop Z, þetta setupið, lest setu, parar þetta saman. Þetta nested loop join, þetta eru bara 2 loopur til að framkvæma þetta. Og þið þurfum bara að vita hvað þetta Nested loops, index nested loops, sort merge join, hash join. Sort merge raðar báðum töflunum, merge það saman. Hassar aðra töfluna í minni, í hluta eða heild. Hassar gildin í hinni til að finna í hvaða hashbucket á að leita. Og hvað ég segja, oftast eru það að nota
block nested loops eða index nested loops í gagnagrunnunum nema þið séð að joina mjög stóran hluta af töflunum þá eru hash join yfirleitt notuð. Og þá komum við að hvað þurfum við að gera til að búa til rétta innan gæsalappa indexa og af hverju náttúrulega eru IO mikilvæg. Við nefndum það síðast, afköstin eða biðtíminn eftir lestri gagna af disk ofboðslega miklu meiri heldur en eftir öllu öðru. Að lesa úr main memory í því sem við tókum fyrir síðast var cirka 100 CPU cycles. Að lesa af solid state disk var, hvað var það, 1.000.000 til 10 milljónir og hvort það var 100 milljónir, það var 100.000 til milljón fyrir solid state disk og 10 til 100 milljónir fyrir mekanískan disk. Svo stærðargráðan það ólík að það skiptir ofsalegu máli hvað þið lesið mikið af gögnum og í hvað röð og svo framvegis. Sko, þegar við erum búin að hanna ritið okkar, varpa ritinu yfir í gagnagrunnsskema og mögulega einhver ill view, að þá þurfum við að hugsa hvernig ætlum við að tryggja afköst á kerfinu sem við erum að útfæra. Og þetta satt að segja mjög flókið. Tilfellið að þegar við smíðum ný kerfi, þá vitum við sjaldnast hve mikið verður þetta notað. Hve margir kunnar muni nota þetta kerfi. Hvað verður til mikið af gögnum. Svo það sem við gerum einfaldlega að besta fyrir það sem við vitum. Ef við vitum að það verið að framkvæma mjög oft einhver yfirlit yfir eitthvað, þá það ofsalega góður kandidat, einhverja skýrslur, sömuleiðis. En að því að þegar við hönnum þessi kerfi, þá endum við á að eiga engin gögn. Þannig að algjört lykilatriði, alltaf, þegar þið smíðið nýja hluti, og þetta ekki í bókinni, framleiðið ofsalega mikið af gögnum. Framleiðið að lágmarki það gagnamagn sem þið ættuð eftir 2 ár í worst case. Notið það til að testa kerfin ykkar. Þannig að ef þið gerið það ekki, þá eru ofsalega góða líkur á því að ef kerfið verður vinsælt að nota meira en þið reiknið með, að afköstin verði ekki í lagi. Og það mjög einfalt að framleiða fake gögn og meiri segja fake gögn með raunhæfri dreifingu. Svo það sem við skoðum helstu fyrirspurnir og tíðni fyrirspurna. Þetta getum við ekkert gert fyrir að kerfið komið í loftið. Vegna þess að við höfum engar upplýsingar tíðni fyrirspurna áður en að kerfin fær í loftið. Þið vitið alveg að þið þurfið að hafa lykla indexa fyrir alla primary lykla og það líka gott ef það möguleiki að það sé eitt út úr töflum sem að útfæra foreign key að lykla þann dálk. Þið þurfið að horfa á reduction factors. Reduction factor ef þið setið filter, skilyrði, hve mikið minnkar það gagnasettið sem fyrirspurnin skilar. Og þetta hlutfall. Þannig að ef það með reduction factor 0,1, þá endið þið með 0,10% af gögnunum. Þið þurfið líka að hugsa helstu updates. Við höfum ósköp lítið farið í updates í kursunum, en þegar þið ákveðið að uppfæra einhver gögn, þá eru indexarnir notaðir nákvæmlega eins og í selectum. Það að segja, ef þið eigið index með dálkunum sem þið eruð að nota í skilyrðinu í update, þá hann notaður til þess að finna hvaða röðum á að breyta. Ef þið breytið hins vegar einhverjum af dálkunum sem eru í indexnum, þá þurfum við að borga fyrir það í ofanálag. Svo það ekki alltaf kostur á að setja mjög breiða indexa. Og hér kemur annað. Þetta hlutur sem ég bætti inn í glærurnar núna, frá því á miðvikudaginn. Og það read-write ratios. Þessar tölur eru frá Microsoft.
þeir gáfu þetta út tengt SQL server, að fyrir online transaction processing, sem eru þessi helstu, viðskiptakerfi, allt annað en vöruhús, einfaldlega til að hugsa það. Ekki reporting hlutin af gagnagrunnum, heldur hlutir það sem á milli færir peninga, selur vörur og svo framvegis. Að í langflestum tilfellum eru þau mjög read heavy, að það er verið að tala þarna read versus write, að það sé svona 60% read á móti 40% write upp í 98% read fyrir OLTP-grunnuna. Og það sem þetta segir ykkur að eftir því sem að read hlutfallið hærra, þeim mun meira viljiði besta fyrir lestur gagna, ekki uppfærslu, ekki eyðingu, ekki insert. Bara ekki write. Hvaða töflur eigum við að indexa? Það eru töflur sem eru annarkvort mjög mikið notaðir í select-setningum eða eru notaðir í select-setningum sem taka mjög langan tíma að keyra. Það eru kandidatarnir okkar. Og oft vitum við þetta ekki fyrirfram, svo fljótlega eftir að við setjum ný kerfi í loftið og þurfum við að fylgjast ofsalega vel með statistíkinni í gagnagrunnum. Þess að gagnagrunnarnir geyma upplýsingar þetta og við þurfum bara að kunna að fletta þeim upp. Eigum við að búið til fullt af indexum, það ekki til neitt eitt svar við því. Það ræðst bara af hvað eru þið með í höndunum. En í langflestum tilfellum svarið já. Á eðlilegum töflum, þá myndi ég segja að það væru yfirleitt einhvers staðar á bilinu 1 til 15 indexar. Og ég hef séð tölur vel yfir því. Hvaða dálkar eiga að fara í leitarlykilinn og munið search key bara þeir dálkar sem eru í indexnum. Dálkarnir sem eiga að fara í leitarlykilinn eru að sjálfsögðu annarkvort allir dálkar í verklausinu og fyrirspurningar ef þeir eru bara að horfa á, ef þeir eru ekki að búið til covering indexa, eða þeir dálkar sem hafa hæst reduction faktor. Þannig að ef þið lesið þennan index, þá séum við 5 dálka í verskilyrði. Og þá skoðið þið reduction faktor á þeim og ef þið getið bara af einhverjum ástæðum búið til index með 3 dálkum, þá veljið þið þá 3 sem hafa hæst reduction faktor. Þannig að verði sem fæsta raðir eftir að þið skannið indexin. Og á indexin að vera clusteraður eða ekki, það ræðst bara að því hvernig gögnin eru notuð. Ef það er mjög mikið reynst queries á þessu gögn, eða þá að það eru ofsalega þungar fyrirspurnir, tímafrekar, sem að myndu græða á því að hafa reynst, að hafa clusterað, þá já. Annars, nei. Og þið hafið líka annan valkost við clusteraða indexa í mörgum tilfellum, að það eru covering indexar. Það er að segja, covering indexar eru indexar sem innihalda alla dálka sem vísað í fyrirspurninni. Í select hlutanum, ver hlutanum, grúpa hlutanum, having og bara allir dálkar í fyrirspurninni í heild sinni. Ef þið hafið covering index, þá eru gögnin aldrei lesin úr töflunni. Indexin inniheldur allt sem þið þurfið til þess að svara fyrirspurninni. Og fyrir mjög margar fyrirspurnir, þá getið þið nota covering indexa til að leysa nákvæmlega sama vandamál og clustered index. Við skoðum indexa í verklausum grúpa og order by, en við skoðum sjaldan dálka sem að innihalda sem eru mjög stórir. Ef þið værið með til dæmis car 200 dálk, þannig að það sé bara fixed 200 alltaf, þá myndið þið helst ekki setja hann í index með þess að hann endar á að taka ofsalega mikið pláss og það verður hlutfallslega mjög dýrt að nota indexin. Ef þú myndir hassan, ef þú býr til hass index á svoleiðis, þá ekkert að því, en passaði á því að þú getur ekki búið til, þegar þú býr til hass index, þá ertu með einn eða fleiri dálka, hann leysir bara í quality og gögnin þín öll eru hössuð
Þetta eina aðgangspaternið ofan á gögnin. Þú hefur engin önnur. Svo þetta ekki spurning að setja hash-index og B3-index í viðbót. Þetta spurning að setja hash-index og það allt sem þú þarft. Svo að hassin mjög sjaldan útfærður. Þú finnur hann í Oracle og þú finnur hann í Postgres og í báðum tilfellum þið ráðlegt frá því að nota á. Að þeir eru mjög ósveigjanlegir. Það hvort þið viljið indexa dálka sem eru mjög oft uppfærðir stýrist eiginlega af því hvert read-write hlutfallið á grunninum og hvort skiptir ykkur meira máli að hafa fyrirspurnirnar mjög hraðar eða updatein mjög hröð. Það ekkert eitt svar. Það ræðst af því hvað hentar fyrir tilfelli sem þið eruð að horfa á. Og columns in select clauses. Eina ástæðan til að hafa þá í index eru covering indexar. Ef þið viljið geta svarað fyrirspurninni án þess að lesa gögnin úr töflunni. Þá setjið þið dálkana sem eru í select hlutanum í index, annars ekki. Hér sjáum við dæmi. Hvaða index myndið þið setja á fyrsta dæmið? Á hvaða dálk myndið þið setja index? Coffee. Algjörlega. Ef við setjum index á coffee, þá getum við með einu IO-i fundið röðina sem þetta í. En fyrir seinni. Price. Þetta mjög gott svar. Tilfellið að þetta ordered by price og við það að setja index á price þá fáum við gögnin rétt röðuð. En athugið, ef við setjum coffee ekki í indexin, þá þurfum við að hafa table lookup fyrir allar raðir til að finna coffee. Það mjög líklega ekki mjög efficient. En það væri mjög óhjálplegt að setja coffee í index nema við búum til indexin skrifa hann vitlausan, svona price coffee. Ef við myndum búa til indexin coffee price, hvað myndi breytast miðað við þennan? Það sem við þyrftum að gera að þegar við erum búin að lesa indexin, gefum okkur þessi ódýrar að lesa indexin heldur töfluna þegar þessi færri dálkar í indexnum og þurftum að raða niðurstöðum. Ef við erum með price coffee, þá eru niðurstöðurnar raðaðar. En það eitt pingulítið caveat í þessu. Þó svo að þið vitið af svona indexum, þá megið þið aldrei sleppa order by. Vegna þess að SQL set-based. Set eru samkvæmt skilgreiningu ekki röðuð og gagnagrunnarnir ábyrgjast ekki í hvaða röð þið fáið gögn, sama hvernig þau liggja á disk, nema þið sendið order by klausur inn. Þó svo að þið séð með svona index, þá þarf ekkert flóknar að gerast en að gagnagrunnurinn ákveði þetta sé gott fyrirspurnin ykkar, það sé mjög hentugt að parallel executana. Svo að það fara nokkri þræðir af stað, lesa mismunandi segment af töflunum og þá ræðst að bræði í hvað röð þeir skilaði af sér, hvað röð þið fáið niðurstöðunar. Svo order by ef þið viljið fá röðun. Það engin ábyrgð. Svona, vitum við, þetta og þá varðandi klösteraða indexa. Þið getið bara haft eitt klösteraðan index. Einhverjar hugmyndir af hverju? Já. 2 góð svör. Þið getið ekki raðað gögnunum á 2 mismunandi vegu. Það að segja, gögnin í töflunni röðuð eftir þessum index. Það akkurat rétt svar. Og þetta mjög oft
hvað ég segja, það er í mörgum kerfum, gagnasafnskerfum þannig að þegar þið skilgreinið primary key, þá er framleiddur clusteraður index út úr því, án þess að þið takið það fram. SQL Server og MySQL eru dæmi um þetta, Postgres og Oracle gerir þetta ekki. Þar fáið þið non-clustered index. Og eins og ég útskýrði aðeins áðan, þið þurfum að hugsa svolítið vel hvenær þið viljið nota þetta, þess að það er overhead á því að vera með clusteraðan index ef að þið eru með aðra indexa á töflunni líka. Og það er ofsalega algengt. Þetta eru þið búin að sjá. Og composite indexes eða indices. Composite index er ekkit annað en index sem inniheldur fleiri en einn dálk. Flóknari er skilgreiningin ekki. Og þeir eru bæði mjög gagnlegir fyrir index only plans eða sem covering index, þar sem að indexin coverar allt sem er í fyrirspurninni. En þeir eru líka mjög gagnlegir, þó þið séð ekki með covering index, ef að reduction faktorinn hækkar mjög mikið við það að bæta inn dálkum. Svo það er ekki þannig að þið setjið bara fleiri dálka í indexa þegar þið séð að eltastu covering. Ef þið eru bara með mörg verskilyrði í fyrirspurn, þá viljið þið skoða composite indexes. Og sjálfsögðu borgið fyrir það í öllum write aðgerðum. Þegar ég stofni nýja færslu, þá þarf að setja nýja færslu í indexin. Þegar ég eyði færslu, þá þarf að taka út úr indexnum. Og ef þið uppfærið dálka sem eru í indexnum, þá þarf að uppfæra indexin. Svo það er overhead við það að nota indexa líka. Og hér sjáum við composite indexa. Ef við setjum skilyrðin hérna, where age equals 30 and sal equals 4000. Það er betra fyrir okkur að hafa einn samsettan index heldur en 2 staka indexa. Sum gagnasafnskerfi lesa báða indexana og joina þá, yfirleitt með bita aðgerðum, en það er alls ekki gefið að gagnasafnskerfi geti það og það er hægvirkara. Svo samsettur index er betri fyrir svona hluti. Ef við horfum á næstu fyrirspurn á eftir, þá er clustered B-tré augljóslega ofsalega hjálplegt. Í hvaða röð myndu þið klustera þetta? Skiptir ekki máli? Það skiptir nefnilega smá máli. Það skiptir nefnilega smá máli, já, bæði B og C. Það skiptir líka máli hér. Tilfellið er að þeim mun færri stök sem eru á bilinu sem er skilgreint, þeim mun framar í indexin viljið þið setja það, vegna þess að það þýðir að þegar við lesum okkur niður indexin þá endum við með færri svona sneiðar niður. Svo það endur með færri IO við það að setja age fyrst og sal svo. Ef þið fáið hins vegar neðsta dæmið, where age equals 30 og síðan bil, þá eigið ekki að þurfa að eyða neitt miklum tíma í það. Þið setjið alltaf þetta fyrst, vegna þess að í því tilfelli, þá fáið þið bara einn geira hér niður, sem er age equals 30, og síðan sneiðar þaðan. Eða reyndar ekki einu sinni sneiðar þaðan, þau fáið bara rangeið beint hér. Í einu. Ef við værum með þetta öfugt, þá fengjum við að hámarki 2000 sneiðar, þar sem að í hverju þeirra væri athugað, þar sem hann er 30, þar sem hann er 30, þar sem hann er 30. Svo röðin á dálkunum í indexunum skiptir virkilega máli. Og hér eru bara nokkur dæmi í viðbót. Select coffee price from cells ordered by price. Hér getum við, þetta er sama vorum að skoða áðan. Hér getum við sett price coffee eða coffee price og price coffee er betra. Munið af hverju? Já, hér erum við með gögnin rétt röðuð og
gagnagrunnurinn hefur þá valum að sleppa röðun en þið sendið order by inn áfram. Næsta, select coffee house, count stjarna from cells. Ef að við erum með index á coffee house, hvað gert? Hún notar bara indexin til að svara þessu. Hún þarf ekkert annað. Passa ykkur samt á einu. Þegar eru með svona count stjarna fyrirspurnir og eru það eldast við að nota index, þá verður það að vera með á hreinu. Í þessu tilfelli verður coffee house að vera not null. Vegna þess að annars væri það að biðja birti kaffihús og count stjarna. Count stjarna öll röðin, ekki bara gildið í coffee house. Og ef það fer null value inn í count, þá skilar það engu. Það gerist ekkert. Svo ef þið notið count svona, ef þið viljið að indexarnir séu nýttir, það verður dálkurinn sem það count að vera not null. Þess að öðrum kosti getur gagnagrunnurinn ekki nýtt indexin. Svo hann verður að lesa alla töfluna til að skila hvað í raun margar raðir. Það eru caveat á þessu, það eru í sumum gagnagrunnum hægt að skilgreina hvort null eru í indexum eða ekki, en þetta er grunnhegðunin. Ef við skoðum síðan hér, select coffee house min price from cells group by coffee house. Hvora útgáfuna viljið þið þá nota? 1, 2. Hvað má bjóða ykkur? Heldur price? Sko, í þessu tilfelli, ef við pælum í hvað framkvæmt. Ef við setjum coffee house price útgáfuna, það sem hún gerir þá, það sem gagnagrunnurinn gerir þá, að við erum þá raðað fyrst eftir kaffihúsi og síðan eftir verði, að í hvert skipti sem við sjáum nýtt kaffihús, þá skiljum við fyrstu röðinni. Vegna þess að það lægsta verðið, því þetta coffee house price. Síðan skönnum við áfram þangað til við finnum nýtt kaffihús, skiljum fyrstu röðinni og svo framvegis. Ef við setjum price coffee house, þá þurfum við að byrja á að raða því til að geta framkvæmt akkurat þetta. Og ástæðan fyrir þessu group by. Þessari hegðun. Og síðasta, select count stjarna from cells where coffee house equals Joe's and price between 3 and 5. Hvaða indexa myndið þið velja hér? Coffee house fyrst og síðan price. Já, alveg sammála. Vegna þess að öllum líkindum reduction faktorinn á coffee house mun hærri en price. Og þumalputtarreglan ef þú hefur ekkert annað, þú ert með samansamvirkja þarna, between í hinu tilfellinu, range. Það ert að fara að velja samansamvirkjan nema að þú hafir upplýsingar að reduction faktorinn sé bara ekki jafn góður. Ef þú ert ekki með neitt annað en það sem við horfum á hér, þá setur alltaf samansamvirkjan fyrst. Þann dálk. Svo þetta það sem við vorum að fara í. Og ef þið hafið áhuga á þessum hlutum og bara almennt að láta gagnagrunna performa og skilja hvað að gera, þá heill áfangi það sem heitir GAG2 og verður á öllum líkindum kendur 2017. Ef við viljið endilega fara í hann fyrr, þá þurfum við að senda post upp á skrifstofu. Ég held að þetta maður taka 3 mínútur núna. Taka 5.
Já, þá skulum við halda áfram. Það sem ég stóð mig illa í að vera PR-maður áðan, þá langar mig að benda ykkur á að GAGN 2 er einn alpraktískasti áfangi sem þið getið tekið í þessum skóla fyrir almenna hugbúnaðargerð. Af hverju er hann bara kenndur 2017? Hann hefur verið kenndur sögulega annað hvort ár. Við kenndum hann vorið 2015 og ég reikna þar leiðandi með að targetið sé vor 2017.
Ef það hefur verið fullt af nemendum sem vilja taka hann fyrr, þá þyrfti bara að tala við skrifstofuna. En sögulega þá hefur því miður verið nóg að kenna hann annað hvort ár, vegna þess að við höfum ekki verið að fá 200 nemendur þangað. En þetta er ofsalega praktískt efni og öfugt með að við margt sem þið lærið, þá þetta hlutir sem eru ofsalega stabílir. Það er þessi sömu algoritmar hafa verið í notkun í 20-30 ár og ef þið skoðið síðan það sem þið lærið í, og ég ekki með neitt diss hér, svo ekki misskilja, ef þið skoðið til dæmis vefforritun, þá eru frameworkin sem þið lærið þar, þau verða horfin eftir 5 ár. Og þetta líka, þeir eru að læra grunnalgoritma, en síðan tökum við reynda líka í GAG 2. Síðasti hlutin af GAG 3 lestur og kynning á fræðigreinum nýjungar í gagnasafnsfræðum. Til dæmis, núna síðast, þá voru til dæmis með pappír Dynamo, NoSQL, risagrunninn hjá Amazon, MapReduce, sem grunnurinn undir alveg ofsalega mikið af big data vinnslum og slatti af öðrum áhugaverðum pappírum afköst og svona nýjungar í högun gagnasafnskerfa. En allavega, þá skal ég hætta að vera lélegur PR-maður. Project 5. Project 5 ætti sjálfur sér ekki að koma óvart að markmiðið þar að taka gögn, finna functional dependencies í þeim og greina hvaða lyklar eða hvaða functional dependencies eru fyrst, hvaða lyklar eru í hverri töflu fyrir sig og á hvaða normalformi þær eru og brjóta þær niður þangað til þið endið með töflur á 3. normalformi eða ofar. Og þarna fáið þið ekki functional dependency-in gefin, heldur þurfið þið að reverse engineera þau upp úr gögnunum. Þið fáið 5 töflur, töflurnar, það insert skrifta með þessu svo að töflurnar innihalda nokkur þúsund raðir hver. Og þið þurfið einfaldlega að athuga fyrir hverja töflu functional dependency frá dálki A yfir í B, A yfir í C og svo framvegis. Þið getið gert fyrirspurnir sem athuga þetta. Í þessu tilfelli þá erum við að segja, þið hafið engar aðrar forsendur, dálkarnir heita bara A, B, C, D og heldur gögnum sem þið með fyrir framan ykkur. Þannig að ef að fyrir hvert gildi á A eingöngu eitt gildi á B, þá segjum við að sé functional dependency þarna, þó svo ég hafi bent ykkur á það áður að við getum eingöngu notað fyrirspurnir til þess að afsanna functional dependencies. Það real world. Í þessu verkefni hins vegar, þá nóg fyrir ykkur að keyra fyrirspurn sem sýnir fram á þessi tengsl til að segja það functional dependency frá A yfir á B. Þið getið bæði leyst athuganirnar á þann hluta verkefnisins að finna functional dependencies með SQL, en þið getið líka leyst það að finna multi-value dependencies með fyrirspurnum. Fyrir functional dependencies, það myndi ég benda ykkur á skriftið kóða sem generetar SQL fyrir ykkur. Þið mikið fljótar að því, heldur en að gera allar combinationir fyrir 5 töflur. Þetta 2 til 3 manna verkefni og það sama regla og síðast. Ef að þið eruð ekki fjarnemar, þá -1 í einkunn fyrir að skila einstaklingslausn. Þetta hópverkefni, þá að vinna það í hóp. Já. Já. Það eru keyrið töflurnar inn? Já, málið að ég keyrði þetta inn á Postgresin á Mac-anum mínum. Og það assignmenti með bug. Það svolítið funky, það sama.
Þetta mikið breytt assignment og ég vann það á makkanum mínum. En ef það bögg með assignmenti, þá ég að fara að laga það núna eftir. En hvaða, það reyndar, gríftu mig eftir tíma og segðu mig hvaða vill þetta svo ég geti lagað það. Þetta insert skriftan fyrir Project 5 66.000 línur. Ef þið eruð með mjög hægar vélar, þá getur þetta tekið þó nokkuð tíma. Og sama á sjálfsögðu við assignmentið fyrir miðvikudaginn að það mun stærri skrifta þar, insert skriftan á ScaleDB, svo að ef þið eruð að vinna, og það má vinna það tvö saman, notið vinsamlega vélina sem hraðvirkari og það sem skiptir langmestu máli hún með solid state. Skiptir engum máli hvaða örgjörver í þeim. Ef vélarnar með solid state diskum, þá lendið ekki í vandræðum. Og skilin fyrir þetta PDF-skrá sem lýsir hverri af þessum töflum og normaliseringar prósessin bara einfallega. Þið eruð búin að sjá þetta. Við erum búin að fara yfir það í fyrirlesturum bæði hvernig þið finnið lykla, hvernig þið finnið á hvaða normalformi töflur eru og hvernig þið brjótið þær niður. Það full ástæða til að horfa á það aftur. Eini maðurinn sem ég veit til þess að hafa lesið kaflan þetta, ég myndi satt að segja frekar horfa á fyrirlesturinn. Þið þurfið líka að skila af ykkur create texta sem inniheldur SQL til þess að búa til töflurnar. Athugið að það þarf að heita txt og þetta út af grading monster. Forritunum sem notað til þess að skila einkunnunum inn í yfirferð. Svo þið fáið ekki að hafa lógiska SQL endingu. Og að lokum textaskrá sem inniheldur insert skipanirnar fyrir ykkar útgáfu af grunninn. Þið eigið að brjóta niður, generata skemað fyrir niðurbrotnu töflurnar og populata upphaflegu gögnin inn í það. Og það sem þið eruð að fara að gera þar insert as select. Insert into table A, as select úr töflunni sem að þið brutu niður. Það einfalda leiðin við að leysa þetta. Einhverjar spurningar varðandi Project 5? Og skiladagurinn af þessu ekki 15. október, eins og stendur hér. Já, eins og það stendur í MySchool. Þetta einfaldlega ekki réttur skiladagur. Og já. Má sjá. A bendur á B og A bendur á eftir bendur á B. Já, það sem þetta segir ykkur raun og veru. Þið þurfið bara að pæla í dependencies þar sem þið með einn dálk sitt hvorum einn. Þið þurfið ekki að athuga hvort að A leiðir til B sé. Þá verða bara miklu fleiri dependencies og þið getið að sjálfsögðu sleppt öllum trivial dependencies eins og A leiðir til A og sömuleiðis þá þurfið ekki að athuga lyklana. Ef þið skoðið create skriftuna fyrir töflurnar, að þar sem það lykill, þá þurfið ekki að skoða það sérstaklega. En hvað varðar assignment vikunar, kannski aðeins að stela tíma í það, þá ofsalega hjálplegt ef þið getið keyrt PSQL, það að segja command line tólið, vegna þess að ég setti með verkefninu skriftu sem að einfaldar þetta rosalega fyrir ykkur. Þannig að hún tekur auto-commit af grunninum. Ef þið eruð með auto-commit og eftir hverju einustu skipun í gangi, þá fer ofsalega hátt hlutfall af tímanum í að committa, hverja röð fyrir sig. Þannig að munurinn á milli að inserta með engin constraint, enga indexa og að inserta með indexa hverfur að miklu leyti í commit tíman.
og sömuleiðis viljið þið ekki outputa niðurstöðum almennt á skjá. Fyrir þetta skiptir það í sjálfu sér ekki máli, en þetta eru count fyrirspurnir. En committið skiptir máli. Þetta er, eins og segi, þetta er gert allt fyrir ykkur ef þið notið skriftuna. Þið þurfið að uppfæra pathinn og skrána það sem þið geymið, fylskrána það sem þið geymið hana hjá ykkur í skriftunni, en að öðru leyti á þetta bara að keyra vandræðalaust. Lausnin mín sem ég skila til dæmatímakennarana er gerð með þessu. Er nóg að keyra þetta einu sinni og þá þarna gagnrýnin bara stiltur? Er nóg að keyra þetta einu sinni? Sko. Það er góð hugmynd að keyra þetta tvisvar vegna þess að við vitum ekki hvað er kassað af gögnunum í fyrstu keyslu, hvað kassar stýrikerfið af gögnunum, hvað er gagnagrunnurinn með í kassi. Svo ef þú keyrir það tvisvar, þá veistu að þetta er allt í blockbuffer-kassi, bara allt í kassi. Þá getur þú borið það saman. Ef þú vilt ekki gera það, ef þú vilt fá cold útgáfu af þessu, þá þarftu að reboota vélinni þinni, keyra þetta, reboota vélinni og keyra það aftur. Það er bara aðeins meira vesen, svo það er einfaldara fyrir ykkur að taka bara hot útgáfu, þar að segja með allt í bufferkassi. Ég myndi gera það vegna þess að ég er ekki að gera neina kröfur á hitt. Það sparar ykkur tíma. Þetta er ekkert per user, þannig að ég get alveg startað bara pg-admin, keyrt þetta í command line og startað þetta sem pg-admin og þetta er allt inni. Nei, kassið er fyrir grunninn í heild sinni. Ef það spyrir kassið. Það er að segja bufferkassið, það er fyrir gagnagrunninn í heild sinni, það er ótengt userum. Og er einhverja spurningar varðandi annarkvort skilaverkefni 5 eða dæmitímaverkefni í vikunni? Ok, þá skulum við rúlla yfir lausn á projekt 4. Má ég nú sjá. Projekt 4. Þurfum að lesa requirement listan. Og nú ætlum ég að gera tilraun til að horfa á 2 hluti í einu. Svona, erið fyrir þetta. Þetta er lausnin mín á projekt 4. Er þetta líkt lausnin ykkar? Ábyggilega. Ábyggilega, gott. Mjög sáttur. Sko, nú skulum við bara rúlla í gegnum þetta skref fyrir skref. Og ef þið hafið spurningar, þá eins og alltaf, bara ekki hika. Ef við byrjum bara að rúllum í gegnum requirements, ég ætla að eyða mestum tíma í eritið, sjáum til hvað ég kemst langt með hitt, en ég set lausnina í heild sinni með table generation og reporti inn á MySchool. Svo ef ég næ ekki að komast yfir allt, þá hafið aðgang að því. En allavega, ef við löpum bara í gegnum requirements og sjáum hvernig það endurspeglast í eriti. Athletes are called Danes. For each Dane, an ID must be stored along with their name, nationality, gender and degrees. Þá erum við komin hér með þetta og þetta er bara upptalningin á þessu. Það var tekið fram í verkefnu að ef ID væru nefnd, þá væru þau lyklar. Svo að ID er lykillinn okkar. Það er líka nefnt að þeir hafi degrees og að gender sé geymt sem annarkvort M eða F. ER-diagram hjálpar okkur ekki á nokkurn hátt að skilgreina hluti eins og þetta getur bara verið M eða F. Við gerum það á gagnagrunnsleveli, annarkvort sem check constraint sem er eðlilegt í öllum grunnum sem styðja það. Ef þið notið einhvern vafasaman grunn eins og MySQL, þá þurfum við að skrifa trigger. Þess að MySQL, þegar þið gerir create check constraint, þá segir MySQL, gott, allt frábært, og síðan ignorar hann check constraint ykkur upp frá því. Sem er ekki hjálplegt. En allavega, 2. Danes can have multiple degrees, but for each degree of a particular Dane, the database must store the level, bachelor's, master's, or doctoral. Subject, institution, awarding, and the year awarded.
Each Dane can only have 1 degree per subject and level. And Danes may have, það sem þetta segir ykkur bara, þeir eru alls ekkert endilega með gráðu. Það ekki gefið. Þetta bara, hvers konar fáið þið. Og degree hangir á einum og bara einum Dane. Hún á sér ekki sjálfstætt líf og þar af leiðandi weak entity. Og þess vegna fáum við feitu línuna hérna og þess vegna fáum við örina hér. Hún tengist einum og aðeins einum nerði. Það ekkert fancy hér nema að level og subject eru hluti af lykli og ég held að það sé sjálfur ekkert merkilegt við þetta. Það talið upp hérna tengingin can only have 1 degree per subject and level sem þýðir að subject og level fara í lykilinn. Í gegnum venslinn hér fer ID í lykilinn líka. Allir með? Þetta mjög leiðilegt eða þetta það eru engin viðbrögð. Sá komum við að klúbbum. Klúbbar hafa nafn og þjóðerni og ID. Og það ekkert flókið við klubb. Þetta bara beint það sem sagt þarna. Each Dane must be a member of a club and can be a member of more than one club. Svo að tengingin frá Dane yfir í klúbb feit lína. 1 til N. Að hann verður að vera meðlimur í einum en má vera meðlimur í fleirum. Hann með start- og endtíma og endtíminn þarf ekki að vera hann má vera tómt þegar ég fór að skoða gagnagrunnslutan af þessu. Og hann getur hætti og gengið aftur í klúbbana og þess vegna þurfum við að eiga start og end og þess vegna start hlut af lykli. Að því við getum verið með fleiri en ein vensl á milli sama aðila í sama klúbbi. Það sem eini munurinn start. Það það sem gerir okkur kleift að leyfa þetta. Að vera með start sem hluta lykli. There will be multiple program dance leagues. Each league has an ID, time, duration, number, name and gender. Hér. Þetta bara upptalning á nákvæmlega því sem við vorum að segja. Að því það ID talið upp, þá það lykill. Og hér byrja hlutirnir að vera skemmtilegir. A Dane can participate in 1 or more leagues. At the end of the league, the Dane is awarded a final rank within the league. Note that ties are allowed in the final ranking of Danes within the league. Þetta verður sjálfsögðu eingöngu áhrif ef að rank hlut af lykli. Og það sem við fáum hér bara participates hérna á milli Dane og league. Og það sem hann hefur rank, þá verður rank attribute á participates. Af því hann getur tekið þátt í mörgum deildum. Þá þurfum við að setja það hér, ekki á dansnörðin sjálfan. For leagues, the gender can be MF or X for mixed. A Dane should only be able to participate in leagues of the same gender as the Dane or mixed leagues. Þetta hefur einfaldlega engin áhrif á diagram vegna þess að við representum ekki möguleg gildi, við representum bara attribute og engar svona takmarkanir. En þetta hefur hins vegar áhrif á gagnagrunns-hönnunum okkar. Þetta þýðir það að gender í lík getur verið M, F eða X og við viljum hafa check constraint á því eða trigger í MySQL. Og þetta þýðir líka að við þurfum annarkvort trigger eða assertion til að passa að tengingin á gender á Dane og gender á lík sé í lagi. Þetta á milli taflna. A club pays for the participation of a Dane in a league. The fee is determined and the fee amount must be stored. Sko, hér fáið þið aggregation. Það sem sagt eiginlega berum orðum pays for the participation. Það ekki pays for the Dane. Svo að
það þýðir að við viljum tengjast aggregation hér, pays for. Klúbburinn borgar fyrir 0 til N dansnerði. Hver dansnörður í boði eins klúbbs og eins og þetta er teiknað hér. Og paysinn getur ekki tengst participates beint nema í gegnum aggregation. Svo þess vegna fáum við aggregation. Einhverjar spurningar varðandi þetta? Eða allir sáttir? Allir sáttir. Réttur pensin gerir aggregation. Mjög gott. The PTF maintains many rankings which are updated once each year. Each ranking has an ID, name and stadia. The name of the rankings are unique. Við gerum í sjálfu sér ekkert við einu sinni á ári. Það myndi enda í annarkvort trigger eða assertion. Og sömuleiðis að name sé unique, endar sem unique key í töflunni sem við búum til fyrir þetta. En ef við lesum síðan 10, each ranking is either individual, a club ranking, upptalning á gildum, but rankings can be national og global. Og hér erum við með erfðakeðju, ranking sem splittast í club og individual og club splittast í global og national. Og þetta bæði covering og disjoint. Það að segja, fyrir ranking þá til annarkvort club eða individual og fyrir club til national eða global færsla. Og eingöngu ein fyrir eitt ranking ID ekki til bæði club og individual. Það disjoint hlutin. Disjoint að hámarki 1, covering að lágmarki 1. Svo það keðja sem bæði disjoint og covering. Hvernig hugsaðu með klubbana að þeir bara one-to-one í rank? Það geta ekki verið með mismunandi rank eftir hverju árið. Jú, þetta mjög góð spurning. Hvernig hugsa ég tenginguna við klúbbana? Málið að því að þeir geta verið með mismunandi rank per ár, þess vegna erum við með year í rankin sem hluta af lyklinum. Hér. Klúbburinn með eitt rank hérna, það eitt club ID sem fer inn í hér. Á móti þessu eina club ID geta verið ranking færslur héðan og lykillinn á ár sem þýðir það að per ár getum við átt eitt ranking per klúbb. Klubb og klubb. Af hverju splitta ég, endur tekta aftur, ég náðu þess ekki nóg vel. Já. Já. Já, af hverju set ég club inn sérstaklega? Það raun og veru eingöngu út af lýsingunni, af því að það gerð krafa á okkur að fylgja lýsingunni í requirements þegar við búum til entityin í ritinu. Og í requirements þetta talið sérstaklega upp. En af því við geymum engin gögn í club, þá gætum við sjálfur sér gert þetta, að setja þetta í global og national, en ef við gerðum það, þá þyrftum við að setja property sem segði okkur hvort þetta væri global eða national. Ekki að hafa bara tvær töflur, bara einn global club og national club rankings. Jú, eins og segja, ef þú gerir það, eða þú þarf líka fyrir individual. En þú í töflu útfærslu þá getur þú útfært það þannig, en það gerir þér ekki kleift að skoða hve mörg rankings eru til fyrir club, nema þá þú vinnir það upp úr báðum töflunum. Svo þú tapar ákveðinni merkingu með því, en þegar kæma því að útfæra svona hluti í raunveruleikanum, þá myndur þú íhugað að gera það.
ertu að horfa á þetta hér? Já, eða hitt af því að... Þetta eða þetta, þessi tvö. Og sama hérna. Já. Og þau eru öll eins, sko, unique lykillinn á þessu er ID úr rankingkeðjunni, svo það flýtur í gegn. Year og Dane ID fyrir þetta. Ef við skoðum hérna, þá er það ID á ranking, year og club ID. Þetta er lykillinn í þessum venslum. Þá er eiginlega búin að fara í gegnum ranking hlutan og langar ykkur að sjá restriction skjalið eða viljið þið lesa það? Það er að segja hvað gefum við okkur og hvaða áhrif hefur það. Rúlum bara snöggt yfir það. Sjá. Svona. Við viljum lesa þetta saman. Fyrir item 2, það er að segja degrees. The level of degrees can be stored as BSc, MSc or PhD, thus requiring only 3 characters. Þetta er bara hlutur sem við gefum okkur þegar kemur að því að hanna töflurnar. 10. Gender is said not to be required for club rankings. I assume that age is not required either. Það er að segja að við höfum ekki áhuga á því hvað klúbbur eins er gamall. Það má draga þessa ályktun mjög lógískt af orðalaginu í kröfunum. 7 tengist leaks. This requirement is not enforceable in the ER diagram. Það er að segja hvaða gildi eru sett í property, við getum ekki stýrt því í ER-diagrammi. 8. The wording a club is meant taken to mean exactly one club. Aftur tiltölulega lógískt. Klúbbur, ekki klúbbar. Ég held hreinlega að ef að ykkur langar ekki að spyrja út í einhverja ákveðna hluti tengda þessu, þá sé gagnlegra að þið rennið bara yfir þennan hluta sjálf. Ég held að sé gagnlegt að fara yfir ER-diagrammið eins og við gerðum og þetta endar allt á MySchool í kvöld. Er eitthvað sem að ykkur langar að spyrja út í annarkvort þetta verkefni, assignmentið, dæmutímaverkefni 9 eða einhver allt aðra hluti? Já. Sko, þetta er módellausnin, já. Það er að segja, varðandi yfirferðin á þessu. Þetta er módellausnin. Það er svigrúm með þetta, já. Og ég get bara sagt ykkur það strax. Fókusun er svolítið á ritið sjálft. Ef það er ekki rétt, þá verður hitt ekki rétt. En það eru bara einfaldlega, grading guidelines út frá þessari lausn. Hvað vantar mikið? Með fókus á ER-diagrammið. Svo þannig að þó það vanti einhver, vanti eitthvað inn í það hvað þið takið fram, hvað þið gefið ykkur, ekki reikna með að fá stóra mínusa fyrir það, en ef það vantar mikilvæga hlutin í ER-diagrammið, þá er það dýrt. Hvaða hugbúnað notar þess að Draw.io, hvaða hugbúnað nota ég ætla að útfæra? Draw.io. Eini leiðilegi gallinn við það fyrir þetta er að til að setja brotalínur undir, þá þurfið að taka venjulega línu, skilgreina sem brotalínu og draga hana undir með lyklunum. En að öðru leyti þá er það mjög þægilegt og hjálplegt. Og satt að segja að það var þetta rit miklu stærra áður en ég skar verkefni niður. Svo þetta er cut-down útgáfan af því sem ég bjóð til fyrst. Ef það er ekki fleira, þá segi ég bara takk fyrir í dag.